Komiði sæl, við sjáum hér þessa djúpu og miklu lægð suður af landinu sem að hefur valdið óveðrinu í gærkvöldi og í dag yfir landinu. Það má sjá, hún er þarna ennþá suður af landinu miðjan og það er mikil hæð yfir Grænlandi sem að veldur þessum mikla þrýstimun yfir landinu. Þessi lægð kemur til með að fara til vesturs og síðan eyðast smám saman næstu daga en við erum ekki alveg laus við veðrið frá þessu kerfi en sem komið er. Það er áfram hvasst á norðvestanverðu landinu í nótt og fram til fyrramáls og síðan hvessir aftur af suðvestri við suðvestur hluta landsins síðdegis á morgun. Við sjáum hérna á þessu korti hvernig þessi bleiki litur sem eru 20 til 28 metrar á sekundu fer smám saman út af Vestfjörðum þegar liðið tekur á nóttina á morguninn en síðan snýst áttin í suðvestanátt og það verður allhvasst norður af jöklum á morgun og einnig á suður af Vesturlandi síðdegis á morgun og annað kvöld. Þetta gengur síðan smám saman hjá og á þriðjudaginn er orðið svona hæglætisveður víðast hvar landið. En þetta er kortið fyrir fyrramálið og þarna sjáum við að það er svona suðaustlæg átt víða á landinu nema á Vestfjörðum eða rétt úti fyrir Vestfjörðum er áttin ennþá norðaustlæg. Það gekk mikið á í dag og Hnjúkaþeyr undir Vatnajökli var talsverður, það mældist 12 stiga hiti í Öræfum. Í Sandfelli fauk vindmælirinn í nótt eftir að hafa mælt vindhviði upp á 62 metra á sekundu og svo hefur verið 30 til 32 metrar á sekundu í meðalvindhraða í fjallahæð á norðanverðum Vestfjörðum og norðvestanverðu landinu í dag. En þessar appelsínugulu viðvaranir sem hafa verið í gildi, það er svona ganga smám saman úr gildi í kvöld og nótt en það er áfram ekkert ferðaveður víðast hvar á landinu enda eigum við ekkert að vera að ferðast nema brýna nauðsyn beri til. En í fyrramáli þá verður svona hæglætisveður má segja hér á suðvesturhorninu heldur meiri úrkoma. Þá vantanlega rigning við suðurströndina á Austfjörðum en áfram snjókoma eða slitta á Vestfjörðum en síðan þegar líður á morgundaginn þá snýst áttin hér til suðvestanáttar og verður allhvöss suðvestanátt líklega með slydduéljum og síðan éljum við suður og vesturströndina og jafnvel eitthvað inn á sunnan og vestanvert landið og það kólnar þá aftur. Það er víða talsverður snjór á sunnan og vestanverðu landinu eftir þetta veður. Það hlýnar í nótt og rignir eitthvað ofan í þetta þannig að það má búast við því að það verði víða þungfært líka innanbæjar jafnvel í fyrramálið og síðan snjóar aftur ofan í þetta allt saman á morgun. Það er ennþá vetur á Íslandi. Á þriðjudaginn er nú útlit fyrir þokkalegasta veður á öllu landinu en svona þegar líður á daginn að þá fer nú að snúast í norðanátt með smá éljum við norðurströndina. Hitinn hann er nú ekkert ægilega hár en þó ætti að sjást eitthvað til sólar á sunnanverðu landinu. Og á miðvikudaga þá er einhver smá norðvestan átt í kortunum fyrir norðaustanvert landið með éljum en síðan kemur þarna hæðarhryggur yfir landið með bjartviðri og hægum vindi í flestum landslutum en hitastigið fellur þá eftir því sem að léttir til. Á skýrdag er útlit fyrir fínasta veður á öllu landinu. Þetta þýðir þó ekki en einu sinni við eigum að vera að fara á milli landsluta höldum okkur heima við en við ættum allavega að geta stundað einhverja útivist heima hjá okkur. Í öllum landslutum. En ef við bregðum okkur aðeins til meginlands Evrópu og þá nær þessi lægð sem hefur verið að hrjá okkur hérna alveg til Noregs, skilin frá henni ganga þar yfir í nótt og á morgun. Það hefur líka rignt frá sama kerfi í Skotlandi og líka í norður Þýskalandi en það er hæð yfir austur Evrópu sem að svona veldur heldur skýjum og skýjabreiðum frá þeim slóðum. Hins vegar er óróleiki við Miðjarðarhaf hafa búið að rigna talsvert til dæmis í Grikklandi undanfarna daga. Það hefur líka rignt talsvert á Spáni og í Portúgal og ekkert vor má segja þar slóðir en fínasta veður á Tenerife en þar er því miður ekki hægt að njóta veðursins vegna þess að þar eru þetta útgöngubann. En það sem gengur niður þetta veður hjá okkur í nótt og í fyrramálið og síðast á Vestfjörðum snýst síðan í suðvestanátt síðdegis á morgun með éljum á sunnan og vestanverðu landinu en léttir smám saman þá til væntanlega á norðan og austanverðu landinu. Verið sæl.